Lastu hérna, veistu hvað margir leikhússtjórar í Borgarleikhúsinu? Einn? Nei, 4. Hvað meinarðu? Það ekkert 4 leikhússtjórar í Borgarleikhúsinu? Það 4 leikhússtjórar á launum. Já, launum, já. 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 Sem ekki starfandi. Sem ekki starfandi? Já, það eitt starfandi. Já, ég las þetta í D.O.F. Það hérna, Þórhildur Þórhallsdóttir starfandi. Já. Svo einhver hellingur. Svo einhver hellingur á öðrum sem að á fullum launum en ekki starfandi. Já. Það aldrei skrítið. Þetta vera mjög vel rekið fyrirtækjum. Já. Ha? Hérna það á tilbyggingu. Já. Ekkert svona klúður eða... Nei, ekki neitt. Allt á hreinu, skilur. Já. Svona, eins og oft með opinber fyrirtæki, sko. Já. Þau eru mjög vel rekin og... Já, einmitt, og skynsamlega. Já, skynsamlega og af hagkvæmni. Það má sannarlega segja. Já. Já, 4 leikhússtjórar á launum. Já. Það lítur þá að vera mjög góð leikrið sem setja upp. Hvað meinar það? Bara, ég meina... Svona. Alltaf að þú að koma eitthvað þrugl þegar maður komin að kjarna málsins. Nú. Já. Eitthvað subliminal rugl sem enginn skilur. Subliminal rugl? Já. Það hefur á... Nei, ég meina þeir... Skilur, þá sem á launum, þá sem vinnandi, skilur við. Já. Hann getur kannski, þú veist, að hugsa, og ég að setja upp Fjallægmynd og ég að setja upp Kardímónubæ. Það er best að hringja í, þess að 2, leikhússtjórar sem eru á launum, skilur við. Já. Og spurja þá, skilur við. Og þeir segja kannski báðir Fjallægmynd, skilur við. Já. Þannig að það unnið saman, það sé ekki eitthvað þannig? Nei. Heldur ekki? Við vitum alveg hvernig það er. Já, þú heldur það. Auðvitað er starfandi leikhússtjóri svo sem ræður, sko. Já. En hinir náttúrulega fengi aldrei tækifæri til að spreyta sig. Ekki nema, Sigurður Hróarsson sem nú hættur, sko, sagður. Já. Sem Dracula, hann var gerður að leikhússtjóra. Já. Og hvað við það var, þá var hann rekinn. Já. Og svo er svo fjóða sem dálítið mystería. Það er Brynja Benediktsdóttir og hún er þarna á 6 mánaða launum út af einhverjum svona málaferlum, sko, af því að hún var ekki ráðin, það var eitthvað að hún kærði þetta fyrir jafnréttisráðið, sem og Þórhildur líka. Já, Þórhildur gerði það líka. Já. Þannig að þetta er allt svona flókið mál. Skemmtilegt. Skemmtilegt lítið svona leikhúsmál. Já, svona ríkismál.